Ég er mættur í Eyjafjörð og ætla að skoða svolítið áhugaverðan stað. Það er Garðsárreitur. Skógræktarfélag Eyfirðinga var stofnað 1930 og var það eitt af þeirra fyrstu verkefnum að friða landið hérna árið 1931. Þannig að trén hér og gróðurinn er mjög gamall. Þegar maður kemur hérna þá er kort eins og þið sáuð og það er hægt að fara svolítið góðan hring. Ég ætla að labba svona rauðu línuna og svo smá gulu línuna, skoða gilið, trén og já, ég er bara svolítið spenntur fyrir þessu. Það lítur vel út hérna, fallegt tré. Ástæðan fyrir að menn girtu af þetta svæði var þetta gil. Því hér í gilinu voru skógarleifar frá fornu fari. Birkið náði að vaxa meðal annars hér í gilinu því að búfénaður náði ekki til þess. Menn vonuðust til þess að birkið myndi ná að sá sér upp á bakkann ef þau myndu girða svæðið af. Sem og gerðist, allan á einhverju leyti. Það er áhugavert við gilið að það heitir Garðsárgil, en áin heitir ekki Garðsá, hún heitir Þverá. En gilið heitir eftir bænum hér á svæðinu. Það er eitthvað við svona birkitré, sjáðu, stórt og mikið fallegt birkitré. Hvernig er ekki annað hægt en að finnast þetta að vera fallegustu tré í heimi? Eins og ég sagði áðan, þá var náttúrulega gróðursett síðan í reitin ýmsar tegundir. Þannig að maður veit ekki alveg hvort að birki hérna sé birki úr gljúfrinu eða birki sem kemur annars staðar frá. En ég get alveg trú að þetta hérna birki sé örugglega eitthvað af þessu birki sem hefur komið upp úr gilinu. Því að svona, já, virkar einhvern veginn þannig. Hér erum við með smára, hvítsmára, sem er svona planta sem margir þekkja. Margir sem hafa reynt að finna
4 blaða smára í smára breiðu. En kannski vita það ekki allir, en þetta er niturbindandi jurt, þannig að hún er mjög góð fyrir jarðveg. Maður sér það oft ef maður sér svona breiðu af smárum, þá vex oft gras mjög vel í kring. En hún kannski, það er lítil planta, þannig að hún er kannski ekki að gera sömu kraftaverk og lúpínan, en hún hjálpar helling til. Hér er rauðgreni. Og eitt af því sem einkennir rauðgreni, sérstaklega ef að trén eru gömul, er að greinarnar standa svolítið og það lafa svolítið nálarnar hérna. Það eru svona pínu draugatré. Hérna er eitthvað svaka tré, sko. Ég veit ekki, mér sýnist að vera ösp. Það hlýtur að vera tröllaösp eða eitthvað. Það er eitthvað svona rosalega stór og mikil. Það er bara þykkur bolurinn og þetta er eins og óskatré, nettjók. Sjáðu þetta. Þetta er svaka tré. Börkurinn, maður, þetta er. Þetta er magnað tré. Svo er búið að gera svona bekk sem maður getur sest á og dáðust að trénu. Hér finnur maður ró. Hér hefur við hrútaber sem eru svona nokkuð algengi í skógum. Það er gaman að koma á haustið, þá þarf maður ekki svona að taka nesti með í skóginn, maður fær sér bara hrútaber. Þá er ég kominn hring. Ég fór þennan veg hérna, beygði síðan aðeins út af og tók gulu leiðina og svo aftur á þessa rauðu leið, ef þið sjáu kortið. Virkilega gaman að koma hingað. Þetta er svona reitur sem að kemur ótrúlega óvart. Náttúrulega orðið svolítið gamall, þetta er alveg verða bara 100 ára gamall reitur, þannig að trén hérna mörg eru stór og mikil og falleg, sko. Og mér finnst svona skemmtilega hvernig hann blandast, birki, lerki, rauðgreni, þetta er svona skemmtileg blöndun og hann er ágætlega grisjaður og já, bara ég hvet ykkur eindregið til þess að kíkja í Garðsárreit ef þið eru á Akureyri.